af því þetta var blanda af hönnun og náttúruvísindum og já, þetta einhvern veginn bara svona kallaði til mín þetta nám. Þetta er hönnunarmiðað og þetta var svona einhvern veginn sitt lítið af hverju frá mínu áhugasviði. Leikskólinn er æðislegur. Ég reyndar hef nú bara einn leikskóla í samanburði í Reykjavík en það kom mjög á óvart hvað leikskólinn er stór. Hann er nýr, mjög svona það er greinilega mikið verið að spá og spekulera. Skemmtilegast er að fá að vera creative og gera svolítið, hugsa sjálfstætt, vinna sjálfstætt. Svo náttúrulega er skemmtilegt líka að kynnast öllu fólkinu í kringum námið og það er klárlega reynsla líka að flytja á Hvanneyri og taka þátt í því bara alla leið og vera hér. No comment. Hvað segir þau fyrir þér eftir nám? Ég held ég fari beint út í mastersnám. Ég bý á skólafljót 7 sem er fjölskyldublokkin og ég held ég geti svona talað fyrir flesta sem að búa þar að það er bara ótrúlega næs að vera þar og það er bara gott samfélag sem myndast í blokkinni. Og já, þetta er svona börnin hlaupa á milli íbúða og þetta er mjög svona kommunulegt, bara notalegt. Það eru skjólbeltin þarna 5 mínútur frá nemendagörðunum sem er ótrúlega gaman að fara sumri til. Það er að vaxa kirsuber, meðal annars á trjánum. Mjög vinsælt að fara þangað og tína í svona byrjun september. En svo náttúrulega kannski ekki lindir demantar hérna á Hvanneyri heldur meira svona í kringum Hvanneyri og það er ýmislegt hægt að finna sér til afþreyingar þar, alls konar laugar og skemmtilegt. Nemendalífið er eiginlega bara stærsti hlutinn af náminu og að flytja hingað af því að þetta er alveg breyting fyrir marga að koma sérstaklega frá Reykjavík og flytja í sveitina. Þannig að það gerir rosalega mikið að eiga gott félagslíf hérna. Þú veist, það er allir að gera það sama og þú, veri í því sama og þú. Þannig að það er bara, myndi ég segja, bara stór prósenta af því að upplifa námið hérna er hvers konar félagslíf er á svæðinu og það er bara geggjað félagslíf hér, geggjað fólk.